Við erum stödd í gamla bænum á Brjánslæk en hér hafa hjónin Jóhann Pétur Ágústsson og Halldóra Ingibjörg Ragnarsdóttir unnu hörðum höndum að því síðustu ár að taka húsið í gegn og gefa bænum nýtt hlutverk. Sumarið 2016 var hér opnuð sýning frá Umhverfisstofnun surtarbrandskilið en hér að finna surtarbrand, steingervinga og fleiri minjar sem geyma merkilegar heimildir gróðurfar landsins. Í gamla bænum þá einnig kaffihús sem opið á opnunartíma sýningarinnar, þar sem sjá má sögu hrafnaflóka, setta fram á listrænan hátt í fallegum tréristum eftir Sveinbjörgu Hallgrímsdóttur. Bærinn sannarlega glæsilegur í dag en var í töluvert verra ástandi þegar Jóhann og Halldóra tóku við honum. Ja, húsið var alltaf bara hruni komið, það var þakið nánast af því og allir gluggar úr og gólfin brotin að megni til niður líka, þannig að það var svona frekar ásjálátt að skoða þetta þannig en það var annað gott að gera að fara að rífa húsið bara í heild sinni eða þá fara að reyna að endurbyggja það og við fórum í þann hluta að fara að endurbyggja húsið og eignuðumst húsið, ríkið átti húsið, þannig að við eignuðumst húsið og fórum svo bara í þessar endurbætur og þetta svona niðurstaðan þetta. En hvað var hérna í húsinu áður? Þetta var byggt sem pressetur 1912. Bjarni Símonarson sem var prófastur lét byggja þetta sem pressetur og byggu prestar alveg fram undir 1940. Þá vildi enginn sitja lengur og þá var farið að finna þessu. Var þetta leigt út í rauninni og afi minn fékk þetta leigt 1942, þá flytur hann úr Hergilsey og fær þetta leigt. Og síðan ættin búin að vera hér. Þetta hefur heldur betur verið glæsilegt íbúðarhús á þeim tíma en þið voru ekki alltaf að nýta sem íbúðarhús þegar farið út í það að nýta það á annan hátt. Hvernig kom það til þessi starfsemi sem hérna í húsinu í dag? Já, þetta kannski svona eitt rækka öðru en kannski var það áhugin sérstaklega alltaf Halldóra, hún alltaf hérna á hrafnaflóka og að reyna svona að gera hún svona aðeins hærri undir höfði. Þannig við hugsaðum það upp að reyna að gera þetta að einhverju svona uppalega hugmyndi var að gera svona einhvern landnámssetur hrafnaflóka en svo þróaði þetta yfir í þetta, við fórum í þetta samstarf við Umhverfisstofnun þessa sýningu sem hér og það náttúrulega gekk aðal út og það að reyna svona að minnka áganginn á surtarbrandskilið og þannig að þetta niðurstaðan að Umhverfisstofnun setur upp þessa sýningu hjá okkur í samstarf við okkur og gilun lokað nema í fylgd með landverði og þegar sýningin komin þá náttúrulega þurftum við að hafa hann opna ákveðið mikið á dag þannig að þá var farið út í það að kom upp kaffihúsi hérna með það og svo náttúrulega framhaldið í gistingu þannig að hugmyndin var náttúrulega líka svo að hafa kannski sumarvinnu fyrir krakkana meðan við vildu vera hérna heima á sumrinu með skóla og þetta með að dóttir okkar að vera að vinna hérna hjá okkur á sumrinu í þessu, verið skólaveitunar. Hrafnaflóki, hvernig gekk að finna heimildir hrafnaflóka og tengja hann hérna inn í húsið? Við náttúrulega erum á slóðum hrafnaflóka hér. Flókatóttirnar sem eru friðlýsta minjar hérna rétt niður við höfnina eru náttúrulega okkur mjög blóðið bornar þannig að ég náttúrulega alveg upp við að leika mér þarna svoleiðis og svona horfum við daglega á fjallið Lómfellið þar sem að talið að hrafnaflóki hefði gengið upp á þegar hann nefndi landið Ísland. Og afi minn var sérstaklega áhugasamur það að afsanna það að hrafnaflóki hefði bara verið búskusi og drepið bústofninu úr hor og hann var mikið fyrir það að leita upplýsingum og annað og var farin að skrifast á við menn í Smjörsundi 1970 til þess að afla sér upplýsinga hrafnaflóka þar Þannig að það var svona kannski upphafið að því og svo við þetta yfir í pabbi var mikill áhugamaður þetta líka og eins og ég segi, maður náttúrulega alveg upp við að leika sér hérna á slóðum hrafnaflóka. Þetta var svona einhvern veginn okkur sjálfgefið. Já, hrafnaflóki, það náttúrulega maðurinn sem gefur landinu nafn og það heldur betur flott mynd hérna sem tekin af því útsýni sem hann hafði þegar hann gaf landinu nafn. Já, náttúrulega þessi mynd sem hérna í hornið hjá okkur sem að sýnir svona 360 gráður hringa af Lómfellinu. Þannig að við segjum að það hefur verið þessi útsýni sem að Flóki sá og ákvað að skýra þetta Ísland. Og tengdapabbi sagði gjarnan að hérna var stoltur af því að hann sagði hérna urðu við Íslendingar.
þar sem að Hrafnaflóki var. Þannig að hér mjög táknrænt fyrir okkur Íslendinga að koma og kynna okkur þessa sögu. Já, Hrafnaflóki hann er ekki á mörgum stöðum í Íslendingasögunni í rauninni sko, og í rauninni eingöngu þekktur fyrir það að hafa ekki nefnt að heyja. Þannig að við erum að reyna að halda þessu á lofti eins og það sem að afi byrjaði á sko. En svo erum við líka honum var gert náttúrulega hátt undir höfði á þjóðhátíð Vestfirðinga 1974 sem var haldin í Vatnsfirði, og við ætlum svona kannski líka að svona sýna fólki hvernig það var, sem mjög ótrúlegt í dag að það hafi verið 12-13.000 manna þjóðhátíð þarna 1974. Það var smíða víkingaskip sem var sigldi inn eftir vatninu, og þar voru víkingar í herklæðum, og það komu hrafnar með sem voru sleppt í land þegar víkingaskipi laðist að landi sko, alveg eins og Flóki var með. Jóhann og Halldóra eru sauðfjárbændur. Sá búskapur þarf þá að vera töluvert stór í sniðum svo mögulegt sé að lifa af því sem aðalatvinnu, og því margir sem leiti önnur störf með, og þá getur verið gott að fá góðar og stundum eilítið klikkaðar hugmyndir. Eitt og annað sem að við erum bjóstur með þess, þannig að þetta hús og svo fáum við oft svona einhverja klikkaðar hugmyndir og allt og margar kannski eru framkvæmdar, en svo datt okkur í að fara að byggja kjötverslu. Þannig að við fórum í það og haustið 2017 tókum við það í notkun og erum svona að vinna okkur svona áfram í þróunarvinnu og svona kringu það, og hefum verið mikið svona í hangikjöti og svona reyktum afurðum og svona mest að vinna úr fullorðnu, semst veturgamlu og svo yngri ám sem við þurfum að lofa. En fyrir gesti, opnunin hérna, hvernig opið? Við erum að opna eftir sauðburð. Við opnum í byrjun júní, sýningin opnar 10. júní og kaffihúsið og það líka. Höfum verið með opið fram í miðjana, sýninguna fram í miðjana ágúst svona alveg, en svo nú hægt að fá að koma inn, bara skutlistu með það. Gistinguna höfum verið með opna út ágúst, þannig að allavega eins og þá setjum við þetta upp þannig að þetta eftir sauðburð, þá hellum við okkur í þetta. Og fram að smalamennskum. Þannig að þetta ástefnbundið eins og annað. Og vinnur allt saman? Já, við erum bara ofsalega heppin að krakkarnir 5 börn og gríðarlega duglega að hjálpa okkur og taka mikið þátt í þessu og vilja mjög mikið vera hérna líka sko. Þannig að þau eru hérna svona öllum frístundum hérna heima líka og taka mikið þátt í smalamennskum og grípa í kjötastunum með okkur og hlutaðin fara að ríja og svona hitt og þetta, þannig að þetta bara virkar fínt sko.